Við ætlum að skoða aðeins þessa vél sem við erum með hérna í kennslu hérna í Iðunni Fræðslusetur og við ætlum að skoða hvernig og hvað við erum að gera með leiðara og hjól í kringu það, hvernig við veljum það og annað. Hilmar, félagi minn hjá Iðunni Fræðslusetur, hann ætlar að sýna okkur ýmislegt í kringu það. Þegar við erum að velja svona víra eins og til dæmis stálvír, álvír, ryðfríavír og öðruvísi vír og annað, sama hvernig leiðara við notum við alla vírana eða mismunur þar á? Já, það er mismunur þar á, eftir hvað við erum að gera. Bæði náttúrulega það eftir sverleikanum á vírnum sem við erum með. Eins og við sjáum hér í töflunni á hurðinni í vélinni, þá er þetta svona litakóðað, þar sem við erum með hvítt fyrir 0,8 mm, við erum með blátt fyrir millimetr og svo rautt fyrir 1,2 mm. Og svo náttúrulega er það spurning hvað við erum að nota, hvort við erum með, eins og segir, stálvír eða álvír eða ryðfrían. Fyrir stálvírina, massívírana, þá notum við svona gorma, stálþræðir. En leið og við komum í einhver mígrefni eins og álið eða koparinn, að þá notum við svona sérstakann teflonleiðara. En í sambandi við, ef við værum nú með þarna uppsettan barkan hjá okkur og annað í kringum hann, við værum með stálleiðara og við myndum skipta, við ætlum að flýta okkur, við ætlum að fara að sjóða einhvað ál og við rífum fram álvírin okkar og þræðum og annað og setjum inn í svona leiðara sem stálleiðari. Hvað það helsta sem vandamál þegar við erum farin að nota það? Er það hægt eða hvaða vandamál þar? Nei, það er rauninni ekki hægt, það gengur til mjög skamms tíma. Álvírinn er náttúrulega mjúkur, við erum með svona stálgorm innan í og álið er mjúkt og það byrjar að rífa sig og slitnar og hægt og rólega þá fyllist bara leiðarinn af álsvarfi og vírinn festist. En ef við hugsaum ykkur þá svoleiðis að við myndum bara hafa þennan mjúka teflonleiðara alltaf í vélinni því að hann passar fyrir álið og koparið og jafnvel hægt að nota hann fyrir flúksfylltan vír og annað. Hvað gerist ef við værum að fara að nota ryðfría vírin eða stálvírin? Hvað myndi gerast með svona teflonleiðara á lengri tíma eða hvernig í notkun? Já, hann náttúrulega, massívírarnir eru það harðir að með tímanum þá myndi teflonleiðinin bara hreinlega slitna. Hann myndi étast upp og þá myndum við fara að fá skemmd í bara barkan sjálfan. Þannig að það myndi skemma barkan bara á endanum. Kæmi þá í gegn? Já. Og festast þar og vandamál. En í sambandi við þegar þú ert að velja hjól með leiðurunum, hvað það svona ef þú sýnir okkur aðeins inn í vélinni með hjólinn og annað, þessi litakóði, litan í hjólinu og svona þessum stykkjum sem eru þar? Eins og við sjáum hérna í þessari vél, þessi vél er með svo kallur tvöföldu drifi. Við opnum þetta hér. Þá eru hér tvö drifhjól, eða tvö sett af drifhjólum. Þessi vél er uppsett, eins og við sjáum, með hvítum hjólum sem er þá 0,8 mm vír. Og hér á milli er lítið svona plaststubbur sem er svona bara leiðar, það er svona stýring hérna á milli hjólana þannig að vírinn krumpist ekki. Þannig að þetta við þurfum að vera með réttu hjólinn fyrir rétta vírinn. En nú værum við til dæmis, við erum búin að setja vélinn eins og við töluðum áður fyrir stálvír og annað, við erum búin að velja hjól fyrir það. Er það alveg sama að nota þau hjól fyrir til dæmis mjúka víra? Nei, það eru tvær típur til af hjólum. Annars vegar með svo kallari vaffrauf og hins vegar svona U-rauf. Vaffraufina notum við fyrir þessa harðari víra þar sem við getum klest víran svolítið, eða við getum sett press á vírana án þess að við deformum ef við klessum vírinn, þannig að hann skemmist ekki. Á meðan að U-hjólinn sem eru ætluð sérstaklega fyrir þessa míkruvíra, álið, koparinn, flúksfylltu vírana, að hann grípur betur utan og vírinn heldur betur utan af hann og minni líkur að við fáum
ef við flækjum vélina. Nú þegar við erum búin að setja svona leiðara í barka, suðubarka eins og þennan, að þá erum við með eins og í þessu tilfelli 0,8 mm stálvír, þetta mjög nettur barki og annað, en á framanverðu erum við með ýmsar aðra græjur eins og spissa og hulsur og annað. Hvernig er meðferðin á því? Hérna fremst er gashulsan og hann náttúrulega þurfum við að passa. Hér þurfum við að tryggja það að það sé ekki neitt gjall hérna, við séum ekki að þrengja gatið þannig að gasið, klífðagasið komist að suðubaðinu okkar. Þannig að við þurfum að halda þessu hreinu og fínu. En til dæmis eins og áhugaverði punktu með það, halda þessu hreinu, hvað er hættan á því þegar gasið er að streyma út þarna og allt er í óreglu og eina, hvað hættur eru þá? Já, það er alltaf bara hættur að við fáum, hreinlega gasið komist ekki að suðubaðinu, þannig að við náum ekki að verja suðubaðið og fáum þá, súrefni kemst að suðubaðinu og suðan bara freyðir. Og nær þá ekki að hlífa gasinu? Já. Nei, hlífa suðubaðinu, þetta hlífa gas sem við erum að nota. Já. En við erum með meira þarna. Já, svo erum við með náttúrulega spísinn sjálfan sem er hérna það sem vírinn kemur út í gegnum og hann náttúrulega þeir eru mismunandi eftir í hvaða efni við erum að sjóða, hvort svelleikan á vírnum, náttúrulega aðalega, en svo líka eins og ef við erum með ál að þá eru sérstakir álspísar. Nú erum við til dæmis eins og værum að sjóða ál. Myndum við nota þennan barka í það? Nei, ég myndi, það er hægt að nota hann, en ég myndi allan tíman myndi ég nota svolítið sverari barka, eins og við sjáum hérna er ég með annan barka sem er svolítið öflugri, af því að þegar við erum að sjóða álið, þá sjóðum við það alltaf, við þurfum svolítið meira afl í það, við þurfum hærri straum, þannig að þessi barki myndi fljótt fara að hitna og við myndum eyðileggja hann fyrr heldur en svona svolítið öflugri barka eins og þennan. Já, eins og sjáum og þá eru þessir báðir barkar loftkældir en ekki vatnskældir, því að ef við værum náttúrulega í meiri hita og annað með einhver meiri straum og þykkari álvír, þá höfum við alltaf þannig möguleika á að fara yfir aðra vélar sem eru vatnskældar. En þegar við erum að sjóða svona til dæmis eins og hulsan á þessu, hún er kröftugri heldur en hulsan á hinu. Ef við værum til dæmis með ryðfrían vír eða eitthvað annað, er alveg sama afstaðan, er alveg sama lengdin frá spíss inn í hulsu og annað í kringum það? Eða er einhver munur þar á? Nei, það er rétt, það er munur þar á. Að spíssin, hann stendur ekki jafn langt út úr í ryðfría og á annars er álunni og svarta. Og þá þarf maður náttúrulega að setja það upp eins og það þarf með viðeigandi vír. Já. Þakka fyrir það. En í sambandi við umgengni á svona vélum, eins og þessari suðvél, er mjög áríðandi að, til dæmis eins og skiljar ekki eftir opnar, við höfum komið að svona vélum þar sem hafa verið hálf fullar af svarfi og drullu, af því það hefur verið, hurðinni hefur verið haldið opinni og hefur verið slípað og slípið svarfið hefur þyrlast inn í og fyllt allt upp og skemmt. Það þarf að huga mjög vel að þessum vélum þannig að við þurfum að passa upp á að þessu þrifin, við þurfum að passa upp á að leiðararnir séu í lagi. Við höfum gert það hérna hjá okkur til dæmis í kennslunni að við erum með leiðara, við erum með suðubarka fyrir hverja suðu aðferð sem við erum að sjóða, hvort sem það er magssuða og þá er ég að tala með venjulegum svörtum vír, magssuðu í ryðfríu eða myggssuðu í álsuðunni. Svoleiðis að það hjálpar okkur, við erum fljótar að skiptum og annað slíkt og þá vitum við það að spísarnir eru réttir, leiðararnir eru réttir og annað í kringum það. Það er hægt að fara með þessar vélar í eftirlit og þjónustu hjá viðurkenndum aðilum sem eru tengdir umboðunum sem eru að selja hinar ýmsu tegundir af vélum og það er ráðlagt að gera það einu sinni á ári því að þetta eru dýr verkfæri
Og þessi verkfæri, ef þau eru illa farið með þau eins og bara með bíla og hvað sem þá verður líftími þeirra miklu styttri. Það er líka út af aukinni kröfu í sambandi við að taka á móti suðu upplýsingum eins og straum og spennu og fleiru, að þá er krafa það að vélarnar séu kalibreraðar og þær séu að senda réttar upplýsingar það sem við erum að gera. Þetta var aðeins notkun á og val á leiðurum og umhirðu á mygg- og magnvélum. Takk fyrir.